Herðu, umfjöllunarefni dagsins, hið fyrra, HTTP og já, förum tiltölulega hratt yfir. Sagan, þetta var búið til að Tim Berners-Lee, sem faðir HTML, þegar hann var að vinna þetta World Wide Web verkefni sitt. Og þetta var fyrst skjala þarna 91, þannig að þetta ekkert svakalega gömul tækni og sem útgáfa 0,9. En síðan eru 2 RFC sem eru svona skilgreiningar hérna hjá IETF sem hérna svona skilgreinir alls konar svona nettækni og hér skilgreiningin á HTTP 1.0 og svo HTTP 1.1 og þetta það sem við erum með ennþá í dag. Þetta eru frá árunum 96 og 99. Þannig að það hefur ekkert sérstaklega mikið gerst fyrir bara núna á seinustu árum í þessu. En HTTP, já, kannski vantar hérna, þú veist, HTTP þetta sem liggur á milli framenda og bakenda og stendur fyrir Hypertext Transfer Protocol, þannig að þetta að taka þennan hypertexta sem við erum að vinna með og transfera hann eitthvað annað milli. Og þetta í þessu gagnalagi, hvað ekki, OSI-módelið, já, þá þetta á application layer, þetta notar TCP/IP til þess að færa gögnin á milli. Og þetta sem sagt liggur hérna á þessum application layer, notenda viðmót sem ber ábyrgð á að birta gögn og myndir til notenda og nothafann máta. Ef þið hafið tekið, hvað heitir það, tölvunet og öryggi, já. Þannig að þetta tiltölulega hátt í þeim stakk. HTTP 1.1, þetta í raun var bara svona bugfix útgáfa á 1.0 og svona bætti við host header sem það sem við notum þegar við erum að segja hvað við erum að biðja um. Þá erum við að biðja um einhvern ákveðinn host header eins og hi.is. Við þurfum að skilgreina það. Við viljum fá eitthvað sem að fá hann með í beiðninni sem við erum að senda. Og svo í TCP hluti sem heitir slow start sem gerir að verkum að það viljandi gert að TCP-tengingar eru lengi af stað og verða síðan hraðar. Þannig að það var til þess að koma í veg fyrir að það myndi alltaf þurfa að starta nýja TCP-tengingar sem að tekur langa tíma. Þá stuðningur svona persistent connection, þar sem þú opnar bara einu tengingu og ferðir hana. Og svo bætti þetta við aðgerðum, headerum og stöðum sem við fyrir með núna. En DNS það sem við notum þegar við erum að fletta einhverju svona upp og erum að biðja um einhverju svona hósta og þetta stendur fyrir Domain Name System og þetta geymir upplýsingar lén og þá sér í lagi hvaða IP-tölur svara fyrir hvaða lén. Þannig að í staðinn fyrir það þurfa að vita að serverarnir hjá hi.is eru með einhverja ákveðna IP-tölur, þá vitum við bara að hi.is mun resolva á þær vélar sem að geyma þá gögnin frá hi.is og það það sem DNS gerir. Þetta virkar svona eins og símaskrá internetsins og í fyrstu var þetta gert þannig að þeir sem voru að vinna við netið nennti ekki að muna allar þessar IP-tölur og bjuggu til svona hosts.txt skjal og sem voru bara að mappa þessar töluadressur yfir í eitthvað sem var auðvelt að muna af því að það ekki auðvelt að muna margar tölur í röð. Og síðan þetta var svona ad hoc lausn sem var svona dreift yfir allar tölvur og á lokum var bara gerð einhver svona gerður staðall í kringum þetta sem DNS. En HTTP svona request response protokoll í client-server módelinu. Þannig að það einhver client og það einhver server og það sendi eitthvað request og það kemur tilbaka eitthvað response. Þannig að ég sem client, ég bið, ég sendi request á eitthvað server, serverinn framkvæmir einhverjar aðgerðir og hann sendir mér síðan response tilbaka. Og request sem það sem að fer fyrst á stað og það sem að það samanstendur að request line sem aðferð eða svona sub, HTTP verb sem á að nota, auðlindin sem beðinum og útgáfa af HTTP. Svo koma einhverjir headerar fyrir hverja aðgerð, eða fyrir þessa aðgerð. Svo kemur tóm lína og hugsanlega einhver gögn. Þannig að þetta í raun það sem við sendum þegar við erum að biðja um einhverja síðu. Við sendum svona request og hún gæti litið svona út. Þannig að hérna
get aðferðin sem við erum að nota eða verbið sem við erum að nota. Auðlindin bara slash sem bara rótin og útgáfan sem við notum HTTP 1.1 og síðan fyrir neðan koma headerarnir og hérna sjáum við host sem var þessi header sem var gerður skilyrtur í HTTP 1.1 en núna erum við að biðja slash auðlindina með get aðferðinni á example.org. Þannig að þá var þetta example.org bara slash sem var bara í raun fyrsta síðan rótin. Síðan kom einhverjum headerum hérna og hér ekki nein gögn að fara yfir af því að þegar við erum að getta þá erum við yfirleitt ekki að senda nein gögn með eða bara aldrei, ættum ekki að gera. Og svo kemur responsið og responsið svipað, það svar frá svörunum. Hann byrjar á því að segja ykkur status sem staða sem tala og staða sem texti, hvað útgáfa HTTP svörun að svara með, einhverjir headerar frá þjónunum, frá svörunum, tóm lína og svo hugsanlega gögn. En eins og til dæmis með get þá fáum við yfirleitt alltaf einhver gögn með. Þannig að þá verður það eins og HTTP 1.1, hann svarar með því og hann svarar 200 sem töluleg staða yfir svarið og það OK, þetta bara OK. Svo koma headerarnir, svo kemur ein tóm lína sem segir þá að headerarnir hætti og að payloadið byrjar og þá koma gögnin. Og þá þetta gögnin sem við þekkjum, sem gögnin sem við erum að skrifa og erum að skaffa til vefþjónsins. Þannig að ef við prófum hérna og getum notað besta vin okkar, DevTools, hengjum hann hérna neðan á og í network tabbanum, ef við stækkum þetta aðeins og reloadum. Hérna búið að gera helling af HTTP requestum og við sjáum hérna, þetta hostin sem við erum að biðja resourcein, hérna methodin og hérna statusinn. Við sjáum hérna 304, það út af því að þetta kassa hjá mér. Nú ætla ég að disable cache, gera nýtt request og þá sjáum við hérna http hi.is og ef ég opna þetta request þá sé ég hérna response þetta sem við þekkjum svo vel, bara eitthvað HTML. En svo getum við kíkt hérna á hvaða header að koma. Þannig hérna sjáum við að við erum bæði með request headerana sem ég að senda, minn vafri að senda. Og hérna sjáum við, það einhver alls konar headerar hérna og það búið að passa þá fyrir okkur. Þannig ef við bara sjáum það svona hráa, þá sjáum við hérna bara get HTTP 1.1 host hi.is connection keep alive, þannig að það var ekki að loka, þá endum í það. Og svo einhver gomma hérna, til dæmis cookie hérna sem við skoðum eftir, það sem heitir að trakka hvað ég hver ég og svo sjáum við að samanskapið þá kemur svar frá servernum og hann segir okkur helling hérna, koma hellingur af upplýsingum sem í raun bara svona metadata skjalið sjálft. Þegar svo kemur bara responsið sem í raun það sem birt. Og þessir headerar, þeir geta einhverju leyti stýrt við hvernig vafrinn mun birta skjalið. Til dæmis eins og við höfum verið að setja meta-charset UTF-8 í HTML-ið okkar. En það líka hægt að setja content type header hérna og hann segir okkur að þetta sé text HTML sem að koma tilbaka og þá mun vafrinn sjá, þetta HTML, ég ætla að parsa þetta sem HTML og birta þetta sem HTML, búa til dommið og allt það. En það líka aukalega charsetið sett sem UTF-8, þetta mun til dæmis yfirskrifa, þetta tekur hærra precedence en það sem sett í meta í header. Og hérna getum við sett að þetta verið text, bara text og þá myndum við fá bara hráan texta og alls konar. Þegar við sjáum síðan, ef við skoðum hinar requestina sem gerðar, að hérna fyrir CSS-ið og þá sjáum við að response headerinn hérna, content type text CSS og mynd, image, PNG. Þannig að þarna erum við að nota þessa content típu, oft líka kallað mind type, til þess að segja til hvers konar gögn þetta eru sem eru komið tilbaka. Og þá sjáum við að
hérna þessi mynd sem að koma og hún í raun hefur enga, ekkert annað content, það að segja ekkert textalegt content, þetta bara binary content, þannig að það kemur í raun bara binary blob þarna eftir sem Vafrið tekur, túlkar sem mynd og setur á sinn stað í síðunni. En þessir hausar, þeir eru sendið bæði í requestum og responsum og þeir eru bara mjög einfaldir, þetta er bara name value pair, þar sem að við höfum eitthvað heiti, svo tvípunkt og gildi. Til dæmis hérna connection close. Og einu sinni voru þeir þannig að það var bara tæmandi listi af headerum og ef að þú vildir setja inn þinn eigin header, þá settir þú X bandstrygg fyrir framan hann. En árið 2012 voru í raun komnir svona halvgerðir staðlaðir headerar sem voru merktir með þessu, þannig að það var í raun, þetta var lagt af, en það eru ennþá nokkur headerar sem eru notaðir sérstaklega í dag sem eru með svona X fyrir framan. En dæmi svona request headera eru, tökum svona nokkur dæmi. Accept í raun tengt þessum efnistýpum, eða content types, og þá erum við að segja sem notandi, sem client, hvers konar, ef við opnum þetta, hvers konar content við erum tilbúin til að taka við. Þannig hérna segjum við erum tilbúin til að taka við text HTML, application, XHTML plus XML, þannig þetta XHTML hérna, content typan. Við erum tilbúin til að taka við XML. Við erum tilbúin til að taka við image, WebP, sem eru image format frá Google, sem hafa sett til höfuðs JPEG og PNG, og svo hérna í lokin bara stjarna, þannig að við tökum síðan við öllu. Svo accept charset, þannig að við getum líka sagt í raun hverju við erum tilbúin til að taka við, hvaða leturgerð, karaktersetti við erum tilbúin að taka við, ekki sent hér. Authorization, ef við erum með auðkynna okkur, þá sendum við í authorization headernum, getum við sendt upplýsingar það hvernig við erum að auðkynna okkur til services. Host, sem domain-nafni sem við beðum. If modified since, sem kemur þá inn í caching sem við fyrir yfir eftir. Referer, sem vitlaust skrifað, en svona gerist þú stafsetningarvillu í spec og gefur hann út. Það implementan eftir spec með stafsetningarvillu og öllu. Þannig að það svona, legacy einhvers þarna. Hérna, neðst listi yfir request fields á Wikipedia sem detta aðeins út hana. En það yfirlit yfir hvað allt þetta hérna þýðir. Hérna encoding, við ætlum að fara að þjappa þetta, við kunnum að afþjappa svona, hvað tungumál. Hérna DNT, do not track, þannig að þú getur stilt það í Chrome að þú setur do not track headerinn, það ekkert voðalega margir sem að virða hann, en hann á að gefa servernum signal það að þú eigir ekki að trakka mig utan þessa vefsvæði sem ég að biðja Þannig að ef það var einhverjar auglýsingar sem myndi geta trakka mig, þá ætti það ekki að vera gert. Og síðan hérna user agent sem svona áhugaverður, mjög gildishlaðin lína á sér áhugaverða sögu. Þetta að segja hvernig tæki ég á. Ég á Maca, ég á macOS X 10.10.5, Apple WebKit, svo kemur hérna KHTML, like Gecko, Chrome útgáfunúmerið, Safari útgáfunúmerið. Og þetta þessi lína stekkar alltaf svona ákveðin verðbólga í henni, af því að það margir sem að horfa á þessa línu og segja þetta Chrome-vafri. Ég ætla að gefa honum einhvern veginn öðruvísi gögn en Firefox eða Internet Explorer eða Edge. Og á tímabili var það sko að Gecko var það sem kom alltaf frá Netscape. Og ef þú varst með Gecko í user-agentum þá varstu trýtaði sem svona nýrri browser. Þannig að þá var þetta svona, heyri, ég eins og Gecko. Þá getur komið orðinu fyrir í user-agent til þess að tryggja að vefurinn væri birtur sem svona nútímalegri vefur.
Síðan response-hausarnir sem að koma frá servernum, þannig fáum við date sem þá bara date time, hvenær svarið var sent. Og þá veitum við líka hver klukkan á servernum, hvaða server þetta content length sem þá bara hversu mörg bæti svarið sem að koma. Og þá veitum við hversu mikið við erum að fara að lesa. Content type sem þá þessi MIME típa efnis og stafasetti sem að koma tilbaka og vafrinn með þá við erum birta eftir henni. Last modified sem þá hvenær þessari auðlind var seinast breytt. Svo getur komið set cookie sem þá verið að segja settu þetta cookie á þessum client og sendu hann síðan alltaf með. Location, þetta ef að þú ætti að fara á einhvern annan stað, þetta request að fara á vitlausan stað eða þarf að fara á einhvern annan stað, þá getur þú fengið það í þessum location header. Og svo hérna gomma af öðrum response fieldum. En HTTP stöðulaus protokoll sem þýðir það að frá því að þú sendir eitthvað request og þar til þú sendir eitthvað annað request, þá þarf serverinn ekki að geyma neitt. Þannig hann þarf ekki að taka upp einhverjar upplýsingar frá þér og vita hver það sem var að gera einhverja ákveðna beiðni. Heldur hann bara treatar hann allar beiðnir bara sem nýjar beiðnir. Og þetta náttúrulega veldur einhverjum vandræðum þá ef við erum að reyna að geyma einhverja stöðu. Hvernig ætlum við að geta haldið utan innskráð vefsvæði ef við getum ekki geymt stöðu. En það í raun nokkrar leiðir til þess. En samt sem áður, almennt séð, HTTP stöðulaust. Það þarf ekki að geyma neina stöðu. Þetta í raun losar serverinn við rosalega mikla vinnu, þurfi ekki að vera að útfæra einhverjar rosalegar aðferðir til þess að í raun vita hver hvað. Einhver kemur inn, við þurfum að vita að það sé einhver annar en þessi hér. Hann bara serverar út, þú bara biður eitthvað og ég serverar því bara út. En síðan erum við með þegar við erum að biðja eitthvað af þessu efni, þá þurfum við einhvern veginn að vita hvað þetta og þá URI, eða Uniform Resource Identifier, einhver strengur sem skilgreinir auðlind, eins og til dæmis nafn eða staðsetningu, þannig að það getur verið eitthvað auðkenni á einhverjum hlut, sem þá hi.is/foo.html, en það líka staðsetningin. Og auðlind sem alltaf að vísa í hérna bara eitthvað sem við viljum nálgast. Þetta getur verið eitthvað HTML-skjal, einhver mynd, CSS-skjal. Þetta í raun eitthvað sem einhver eining sem einhvers staðar til. Og við vitum í raun annarkvort nafnið á henni eða staðsetningun á henni og biðjum hana eftir því. En svo URN eða Uniform Resource Name sem skilgreinir auðlind með einhverju sérkenni sem einstakt yfir tíma og rúm. Svona nú förum við aðeins upp í svona filosófískar pælingar hérna. Þetta í raun til þess að geta skilgreint eitthvað, til dæmis eins og ISBN-númer URN. Það í raun tekur ykkur á bók, gefur henni ISBN-númer og þá sú bók og jafnvel sú útgáfa af einhverju ákveðnu bók með einstakt ID yfir allan tíma og allt rúm. Þannig að þú átt að geta sagt það, ég átt að geta tekið ISBN-númer og ég get notað hvar sem og ég ætti alltaf að fá akkurat þessa bók. Og svo erum við með URL sem Uniform Resource Locator sem skilgreinir einhverja auðlind og staðsetur hana. Og hérna í sérlagi staðsetur hana á einhverjum stað sem ég get sótt ásamt því að vera í raun auðkenni hennar. Þannig að hi.is/foo.txt það auðkenni hennar og staðsetning hennar. En yfirleitt svona réttasta leiðin til að tala þetta að tala URI, en oft erum við líka að tala URL, þó svo að það sé svona tæknilegra réttar að segja URI, af því að það nafn eða staðsetning, á meðan að þetta svona staðsetning. En URL, eins og við þekkjum flest, eitthvað sem við notum bara til að komast á vefinn og finna eitthvað. Og það samanstendur af einhverju skema
eða einhverjum protokól sem við erum að nota, tvípunkti og 2 skástrygum sem að Berners-Lee hefur sagt að hafi verið hönnuleg mistök að hafa þessa tvípunkti og þessi skástryg þegar þau signifæja ekkert sérstakt, sem þá host, sem þá venjulega eitthvað domain nafn sem við notum síðan DNS til þess að túlka yfir einhverju IP-tölu, en við getum sett IP-tölu þarna, hugsanlega tvípunkt og portnúmer. Default fara öll samskipti yfir HTTP á port 80 sem yfirleitt alltaf opið af því að við getum verið bak við einhverju eldveggi eitthvað sem að loka á svona non-standard HTTP port, hafi jafnvel lent í því. Slóð á auðlindina, hugsanlega einhvern query-streng sem þá einhverju upplýsingar sem ég að senda með þessu requesti mínu, sem eitthvað name value sub sem að skipt með svona ampersandi og hugsanlega einhverjum fragment identifier sem þá til þess að staðsetja okkur einhvern veginn innan auðlindar. Þannig að þetta bara svona mjög þurr og skemmtileg skilgreining á þessu sem að við öll svona cirka bát þekkjum hvað En það þá skema, tvípunktur, domain, port, path, query string eftir spurningamerki og svo fragment ID hérna. Og þetta gæti þá orðið eins og svona. Þannig hérna erum við að biðja example.org hostið með HTTP protokollum, biðja pathið /example með query stringnum foo-bar sem þá gildið breytunafnið foo með gildið bar og biðja fragment identifierin innan þessa skjals á bas. Þannig að ef við erum með ID í HTML-skjalinu okkar og við sendum svona fragment identifier, þá dettum við á þann stað í skjalinu. En þetta samt ekkert einskorað við hérna. Hérna getur við verið með HTTPS, hérna getur við verið með FTP, file og svo getum við verið með ýmsa stafi í þessu hérna. Við getum verið með íslenska stafi bæði í pathinu, query strengnum, fragment identifierinum og líka í slóðinni. Og þessa stafi sem eru ekki ASCII, ekki A til Z og tölustafir, þá þarf og ætti að umrita yfir í svona örugga strengi, svona URL-encóta þá, eins og heitir. Og til dæmis í JavaScript með aðferðina encode URI, sem tekur inn URL og skilar okkur þessu þá encode. Þá er búið að taka ákveðna stafi, svona spil, tvípunkta, ampersand og svona, plus, svona alls konar stafi sem eru sérstakir í spekknum og setja þá yfir í svona örugga leið til þess að birta þá og að fara með á milli. Þannig við getum hérna http hi.is halló heimur. Þannig hérna búið að taka íslenska stafinn O og encóðan hérna yfir í C3, B3 og svo hefur við verið með bil, þá það sett í eitthvað í prósenta 20. Síðan getum við líka verið með hi.is, þó ég minn ekki hvort að það sé. Já, hérna þessu redirectað, en ef við skoðum að hérna, slökkum á, svona, ok, af því að hérna sáum við að ég skrifaði hi.is og ég fór hérna www.hi.is, þannig að þetta þá getum við tekið hérna, við getum farið í network-tabinn og við getum sagt, kerum þetta svona og preserve log og svo kerum við og þá sjáum við hérna, ég bað hi.is án www, það þetta hérna request hér og þá sjáum við að við erum að þetta túlkaða brásundum yfir í xn_h_joga.is. Það er hugmynd hvað þetta og af hverju þetta Það út af því að ef við erum að nota Unicode þá þetta fá A úr mörgum stafasettum. Það til stafi sem lítur út nákvæmlega eins og svona
okkar A í, ég man ekki hverju, indversku eða eitthvað svoleiðis, sem samt ekki sami stafurinn. Þannig að ég geti farið og ég geti registrað PayPal með öðruvísi ai.com og nota það síðan til þess að fisha fólk, til þess að halda að ég var að senda einhverja beiðnir sem væru réttar. Og þá notað þetta hérna, sem ég minnir að heiti Punicode, til þess að túlka þessi stafasett yfir í einhvern streng sem alveg uník. Þannig að þá þessi hérna strengur túlkaður á browsernum. Þetta eitthvað sem að HÍ á. Þau taka við responsinu. Þau segja, já, hérna, 301 moved permanently, location hi.is. Þannig að þetta vísar okkur síðan yfir á hi.is. Þannig að þetta verið að redirecta okkur yfir á þessa slóð. Já, ef þú slærð inn einhverja ákveðna slóð í Chrome og þú reynir að triggera eitthvað, einhvern bara kóða sem á að parsa eitthvað og það bara buggur, þá það mjög líklegt og ég hef einhvern veginn lent í því og þá einmitt krassi bara vafrina því að hann heldur að þetta sé eitthvað og reynir að túlka eitthvað sem að meikar ekki sens fyrir honum og hann bara deyr. Já, sem mjög klassískt að vera ekki að höndla null rétt. En aðferðirnar sem við getum verið að nota þarna eru ýmsar og í HTTP 1.0 þá fengum við get, post og head. HTTP bætti við options, put, delete, trace og connect og svo til GOM og öðrum tengt ýmsu svona HTTP extensionum. En það sem við munum aðalega nota get, sem biður einhverja útgáfu af einhverja auðlind. Þá erum við bara að biðja hana og við fáum hann tilbaka. Head, sem eins og get, nema að við fáum bara headerina, ekki auðlindina sjálfa. Þannig að þá þarf serverinn ekki að vera að búa hana til og senda okkur hana tilbaka. Post, og post þá ólíkt get að því leyti að við erum að búa til einhvern pakka, senda hann á serverinn og segja við hann, hey, hérna einhver ný gögn, þú ert að gera eitthvað við þetta. Þetta í raun, þú veist, ég að posta einhverju til þín. Þetta getur verið nýtt svar við einhverjum umræðuþræði eða einhver skráning eða login upplýsingar. Þannig að þá tekur serverinn við þessu og hann þarf að keyra eitthvað á þetta og gera eitthvað. Við erum með put og þetta segir þá í raun taktu einhverju einingu, eitthvað sem ég sendi með og geymdu það undir þessu URI sem ég að segja þér, sem ég gef þér með. Og ef það eitthvað til, þá áttu að uppfæra það. Og delete, þá áttu að eyða því. Trace er svona til að debugga bara hvernig við erum að fara á milli, options, hvaða aðferðir styður þessi vefþjónn sem við erum að senda á og svo connect og patch. Þetta svona ýmislegt til í þessu. En svo eru tveir hlutir sem eru mikilvægir varðandi þessar aðgerðir að vita og annað í raun öryggi þeirra. Og til dæmis eins og get og head eru öruggar að því leyti að sama hvað við gerum, sama hvernig við köllum í þær, þá eigum við bara að vera að fá tilbaka einhverja auðlind og við eigum ekki verið að gera neinar breytingar á stöðunar eða hvernig hún skilgreind. Þannig að við ættum að geta gert sama hlutin milljón sinnum og ekkert á að gerast. En aðrar aðgerðir, eins og post og put, delete, þær eru að fara að breyta einhverju stöðu. Ef við segi postaðu úr einhverju formi, þá ég að fara að bæta við einhverju færslu í gagnagrunni. Eða ef ég segi puttaðu þetta einhvern, þá ég að fara að yfirskrifa eitthvað sem fyrir. Eða delete, það að fara að eyða einhverju ákveðnu sem til staðar. Og þarna til dæmis getur það gerst og hefur gerst að til dæmis eins og Googlebot, hann indexar bara allt sem hann kemst í og hann treatar þetta svona, ef ég get gert eitthvað, þá sæki ég það. Ef það eitthvað sem post, þá treatar hann það öðruvísi. Og svo svo hafa verið kerfi sem eru með einhvern svona lista af dóti og aðgerðir við hliðina sem heitir bara eyða færslu og ef það til dæmis ekki gert með því að posta einhvern veginn, heldur bara gert á einhverja ákveðna slóð með bara einhverju IDA sem bara eyðir færslunni og
og svo kemur Googlebot inn og hann bara indexar fyrsta link og annan link og eyðir bara hægt og rólega öllum færslunum, eða mjög hratt og örugglega. Af því að það var ekki tiltekið að þetta ætti að vera post, heldur þetta var ekki get og þar leiðandi ætti að mega keyra þetta bara ítrekað og oft. Þannig að þarna þurfum við að gera þetta og svo líka post að þá fáum við upplýsingar á öðru formi en ef við erum að nota get, þar sem við getum í raun bara skilgreint eitthvað með í query-strengnum, sem við skoðum aðeins á eftir. Og svo hitt sem að er idempotency, sem svona einkvæmni, og put og delete eru dæmi svona aðgerðir sem eru idempotent. Þannig að ef ég kalli þær mörgu sinnum með sömu skilyrðum, þá það nákvæmlega sama að kalla einu sinni. Þannig að ef ég kalla einu sinni með put með einhverjum gögnum á eitthvað URI, þá það nákvæmlega sama að kalla n sinnum í þá aðgerð með sömu gögnum og sama URI. En hins vegar post ekki idempotent af því að sú aðgerð getur verið að bæta við nýrri einingu í hvert skipti. Þannig að ef ég kalla n sinnum í post með einhverjum gögnum, þá ég búið til n eintök af þeirri einingu á einhverjum stað. Og út af því síðan að HTTP stöðulaust og þá ekki verið að breyta neinni stöðu þó ég kalli endalaust í þetta með get til dæmis, þá þær aðgerðir líka idempotent. Síðan eru stöðukóðar og það þetta sem við sáum á hann, 200 OK, 301 permanent redirect og þetta í raun það sem að gefur upp hvernig niðurstaða þjónsins var við því að fá þessar beiðni frá okkur. Og þetta eru 5 flokkar, 100 og eitthvað til upplýsinga, 200 og eitthvað gefur fram, eða segir til að þetta hafi gengið, 300 og eitthvað segir að það sé einhver áframsending eða einhver redirection, 400 segir að það sé villa hjá clientnum, þetta sé eitthvað illa formið beiðni og 500 villur segja til að það sé einhver villa hjá servernum. Hann lenti einhverjum vandræðum við að túlka eða vinna úr beiðnin okkar. Og hérna, það nú ekki mikið af þessum 100 kóðum, en 101 switching protocols, þannig getur mér verið að það sé að fara úr HTTP 1.0 upp í 1.1. 200 OK, þetta bara staðlað svar það að allt gekk upp og við fáum bara það sem okkur vantar. En síðan til mér sem við erum að nota put, þá getum við fengið tilbaka 201 created og þá segir það í raun að þetta gekk upp og það var eitthvað nýtt búið til. 204, no content, eins og eftir delete, þetta gekk upp og það ekkert til staðar þegar þú ert búin að eyða því. 300 kóðarnir, eins og 301 moved permanently og hann gefur þá til kynna ef við erum að gera þessa beiðni að allar framtíða beiðnir ættu ekki að fara á þessa slóð heldur á þá nýja URI sem gefið upp. Þannig að við varum að búa til eitthvað forrit og við vildum vera góðir þegnar í HTTP-landi, þá myndum við breyta slóðinu sem við erum að fara að senda yfir í þessa nýju slóð fyrir allar næstu beiðnir. 302 found, þetta hefur verið túlkað sem moved temporarily. 304 not modified, þetta var sem ég gerði þannig, ég þurfti að disabla caching af því að cachingi kikkaði inn eftir ég opnaði hi.is í annarskipti út af því að ég var bara að biðja sömu gögn sem vafrinn minn var búinn að kassa. Þannig að þá þetta í raun not modified segir bara það hafa enga breytingar orðið, þú mátt nota það sem átt. Og svo hérna 300 temporary redirect. En nú ætlum ég aðeins að spýta í. Bad request, við gerum einhverja villu í því sem við vorum að biðja Unauthorized, og við þurfum að senda authorization header með til þess að reyna að fá aðgang á efninu. Forbidden, við bara höfum ekki aðgang. Svo þessi hérna sem mjög þekkt, 404 not found, sem bara auðlindir sem þú baðst hún ekki til, ég veit ekki hana, en það ekkert verið að segja til mig í framtíðinni, hún gæti einhvern tímann birst. 500, þá sjáum við oftast 500 internal server error, það bara eitthvað gerðist, eitthvað klikkaði á vefþjónunum okkar og eða service unavailable, að bara það það mikið load á vefþjónunum að hann ekki að ná að svara eða vera uppfæran. En yfir í hana, til þess að geyma stöðu, að því sagði hann, HTTP stateless, sem því að það engin leið, það engin innbyggð leið til þess að geyma stöðu, en við verðum svona einhvern veginn að geta geymt stöðu, annars verður þetta voðalega leiðilegt hjá okkur. Og
þá eru 3 leiðir sem við getum notað. Við getum notað input type hidden sem við höfum séð, sem er í raun gögn sem er ekki birt beint í UI-inu, það er ekki birt í forminu sem við búum til, heldur það bara þarna til staðar og er sendt með. Við getum notað cookies og við getum sendt gögn á milli í query-string. Og þá þýðir það að við getum í raun fengið einhverja beiðni og við getum síðan einhvern veginn taggað þann sem er að fá hana á bakendanum. Bara, hey, hérna er komið einhver beiðni, ég set input type hidden sem eitthvað ákveðið gildi, geði bara eitthvað random gildi, geði eitthvað user ID eða eitthvað. Eða við getum notað cookies, eða við getum sett þetta í query-stringin. En cookies er náttúrulega það sem er langmest notað og hafi líklegast heyrt eitthvað En þessar kökur eða cookies eru sendar af servernum til clients og sagt, og með þessu segir serverinn við clientinn, ok, ég tók við beiðninni og hérna eru cookie, oftast kallað cookie container, sem heitir marga cookies. Hérna er cookie container og þú ert alltaf að senda hann með í öllum framtíðars fyrirspurnum sem þú sendir mér. Og þessar cookies samanstanda af einhverju nafni og gildi, sem er þá leiðin bara til þess að vita hver er hvað, eða hvað upplýsingar þetta eru. Dagsetning sem kakan rennur út á, þannig að þú fær hérna, geymdu gildið þú í bar og þá renn út eftir 10 ár. Og á hvaða slóð kakan var sett, á hvaða léni kakan var sett, og þá getur við sett þetta sérstaklega bara á hi.is til dæmis, eða með þessi þetta punktur hi.is, þá myndi það fara á hi.is og öll undirlín, foo.hi.is, bla bla bla, allt bara það sem er það. Þannig að svo er kakan örugg á bara að senda það niður HTTPS og svo vantar hann fyrir neðan er hún HTTP only sem að í raun þýðir á að leyfa kökuna aðeins yfir HTTP og ef það er, þá getum við ekki nálgast kökuna í gegnum vafran, til dæmis í gegnum konsolið og getum við ekki séð innihaldið í henni. Og þetta er gert til þess að koma í veg fyrir að fólk geti sniffað út kökuna ef að það hefur einhvern veginn komist yfir einhverja leið til þess sem við skoða þegar við förum með öryggismálin. Svo eru svona kökutýpur og þannig getur við verið með session köku og hún lifir það bara svo lengi sem ég er með vafran opinn. Lefið drep vafran, þá er kökun 1. Við getum verið með svona fasta köku sem er með einhverja úreldingar dagsendingu og þá mun hún bara lifa þangað til að sú dagsending rennur upp, þó að við slökkum að vafra. Og svo erum við með svona þriðja aðila kökur, þar sem að ef að ég fyrir inn á VF sem biður eitthvað frá þriðja aðila VF, ég fyrir inn á hi.is og það biður eitthvað frá auglýsingar.is og svo fyrir inn á mbl.is og það biður eitthvað auglýsingar.is, þá er ég búinn að gera beiðnir sem client á auglýsingar.is frá báðum þessum stöðum. Þannig þá getur þessi þriðja aðili vita það að ég heimsótti hi.is og ég heimsótti einhvern annan web.is. Og það er náttúrulega að gera það verkum að það er hægt að trakka okkur yfir netið. Og þá svona, eins og alltaf þegar ég sjá svona like-knapp frá Facebook eða comment eða eitthvað, þá er það allt beiðni til facebook.com eða einhvers af þeirra vefjum sem er allt með í raun auðkenni ykkar, þannig að Facebook veit alla staði sem þið farið á svo lengi sem þið eru logguð inn, sem er frábært. Það ekki til einhverja kökur sem eru bara ekki meira úrreikningu kannski, við erum bara alveg til staðar, þannig að það eru finnstaðar bara mann. Eru til kökur sem ekki með neina úrreikningadagsetningu? Nei, en hins vegar þetta bara dagsetning, þannig að það er bara að segja hérna eftir 300 ára þessi kaka renn út. Og við erum bara eitthvað, ok, og hefur hann svona. En þess vegna það er mjög svona opnar svolítið augumanns að nota svona eins og hérna Ghostery sem að segir þér þegar þú ferð inn á eitthvað eins og cnn.com og hérna hann blokkaði svona mikið af einhverjum third party tracking dóti. Það er svona svolítið áhugavert að vafra vefinn og slökkva á því og hætta að láta tracka mann. En það er þessi svona DNT, do not track header, ætti að segja þá ef ég fyrir inn á hi.is þá ætti hi.is ekki að gera neina beiðni neitt annað. Hann ætti bara að halda sig við sig og ekki trakka mig neitt út fyrir sitt domain. En þetta er ekki vel stutt, því miður. En session er síðan þegar við erum með eitthvað svona cookie og við viljum geyma eitthvað magna gögnum. Við viljum geyma að þú ert inn að logga inn og þú heitir Jón og
þetta er prófílmyndiðin eða þú veist, þetta er einhverja upplýsingar sem þú ert búin að gera. En við viljum ekki geyma einhvern mikið af gögnum í cookie, af því að cookie fer alltaf með í hverju requesti. Þannig að þá erum við að senda þessi gögn alltaf með. Þá getum við notað svona session og þá er session eitthvað einkvæmt gildi sem er geymt í cookie sem er síðan venslað við einhverja gagnageymslu á servernum. Þannig að í staðinn fyrir að senda fullt af gögnum, þá sendi ég bara eitthvað ID fyrir þig, fyrir hvert request. Og þá náttúrulega getur maður, þú veist, er þetta þá ekki það sem að, þetta er de facto loginin á alla vefi ef við komumst yfir gildin í kökunum. Og þá er einmitt svona HTTP only cookies að það sé ekki hægt að leka einhvern veginn og lesa upp hver ég er ef þið komist yfir ID-ið á session cookie-inu mínu fyrir Google, þá eru þið ég á Google, af því að þetta er bara nákvæmlega sama. Þetta er bara auðkennið mitt þangað inn, er allt geymt í gegnum þetta. Já, svo er fullt svona upplýsingum eða svona leiðum til að koma í veg fyrir að þetta leiki ekki. En ok. Þjöppun, við getum þjappa stöff, af því við viljum ekki alltaf vera að senda ógeðslega mikið af gögnum yfir. Og þá er hérna accept encoding og þá serverinn á móti segir content encoding. Þetta getur verið rosalega svona quick win til þess að hraða vefnum hjá manni. Passing. Já, maður sjá. Já, klárum þetta áður en við tökum smá pásu. Það eru catching er í raun þetta að við erum alltaf að gera einhverja beiðnir á einhvern server einhver gögn og svo erum við kannski að biðja þessi gögn aftur og aftur og aftur og ef þau hafa ekkert breyst þá er algjör óþarfi að vera að senda yfir vírinn einhver kannski fleiri 100 kilobæti af gögnum þó að það sé ekki mikið en þú veist, margfaldið það með notendum yfir langan tíma og það verður hratt mikil bandvít og þá er þetta skilgreina í raun á þrjá vegu eða það eru þrjár leiðir til að hafa áhrif á cache. Við getum sagt það að þegar þú gerir einhverja beiðni þá getum við bara sagt hér eru gögn, þau eru með tryggðan ferskleika í einhvern ákveðin tíma og þá gefum við cache control, max age er einhverjar ákveðna sekundur. Við setjum þetta í header og þá mun klientinn geta sagt ef að ég þarf að gera þessa beiðni aftur innan þessa tímarama þá þarf ég ekki að sækja, ég get treyst því að þessi gögn séu fersk. Þannig að ég geti sagt þetta sem 10 sekundur og ef ég myndi vera bara að hamra á refresh þá myndi ég bara sækja nýgögn einu sinni á 10 sekundar fresti. Svo getum við sagt, eftir að þessi ferskleiki rennur út, að þá getum við spurt bara, heyrðu, ég er hérna með gögn og þeim var breytt á þessum tímapunkti eða þau voru merkt með þessum e-tag header með þessu gildi og þá getum við spurt bara svona, hvað segir þetta? Og hann segir kannski, heyrðu, ég ætla að tjekka, hann athugar if last modified á móti last modified headernum á auðlindinni sem við erum að skoða og segir okkur, nei, þú ert ennþá með nýjasta inntæki af auðlindinni, þú þarft ekki að sækja það. Þannig að þarna getum við í raun gert beiðni einhverja mynd til dæmis og fengið bara tilbaka 304 not modified og þá þurfum við ekki að sækja myndina sem getur verið stór. Og síðan getum við, ef að við sem client postum, puttum eða deletum eða gerum einhverja breyting á gögnum, þá munum við sem client þurfa og ættum að hreinsa kassið okkar og allar framtíða fyrirspurnir, að næsta fyrirspurn ætti í raun að trýta þetta eins og þetta sé ekkert kast til staðar. Af því þá þurfum við að vera að fá tilbaka nýju gögnin. Og svo eru nokkrir aðilar sem kassa, þegar við erum að nota okkar bara eigin vafra, þá erum við að kassa alveg heilan helling, sem veldur því að oft tíðum er hægt að sækja vefinn í fyrsta skipti, svo refreshum við honum, þá eigum við CSS-ið, við eigum JavaScript-ið, við eigum allar myndirnar og hann verður miklu fljótari af því að við þurfum í raun bara að gera eina fyrirspurn á vefinn og svo fáum við fullt af 304 not modified tilbaka. Svo erum við með proxy cache og þá getur til dæmis verið að HI væri með proxy cache fyrir í raun alla á networkinu, þannig að ef einhver einn biður mbl.is þá sækir hann bara allt, geymir það hér á bara einhverjum server sem er bara mjög aðgengilegur og ef einhver annar biður það þá er það bara sótt þangað en ekki farið alla leið. Þetta er góð hugmynd og slæm hugmynd, aðalega slæm hugmynd. Svo getum við verið með svona reverse proxy eða gateway cache sem er þá
að ég með fullt af einhverjum serverum og ég set kass fyrir framan þá sem að í raun sjá að sækja gögnin og gera einhverja vinnu og geymi þau hjá mér. Og við munum skoða þetta aðeins betur því þetta þrælsniðugt. En þetta svona myndrænt, einhver sækir eitthvað, við förum í eitthvað kass hér, það geti verið hjá okkur eða á einhverjum server. Það fer síðan í einhvern bakenda, hann býr til einhverja validatora, eins og if last modified, e-tag eða eitthvað svoleiðis, eða cache control. Hann skilar hérna 200 OK, cache control, max age 60 sekundur og lost modified eitthvað og svo eitthvað content. Svo fáum við þetta hérna og við geymum þetta. Svo gerum við aðra fyrirspurn og svo lengi sem hún fellur innan þessa tímaramma, þá fáum við í raun bara tilbaka nákvæmlega sama stakið, auðlindina. Og síðan þessi last modified, cache control max age header útrunnin, þannig að þá sendum við if modified since, einhverju validatorar eru búnir til og af því að þeir falla innan, þá erum við ekki að fara að vinna einhverja vinnu sem gæti verið kostnaðarsöm. Heldur bara sendum við tilbaka 304 not modified. Og svo ef þið farið einhvern tímann að vinna með einhver stór vef project, þar sem þið þurfum að vinna með kass, að þið munum hratt komast að því að öll vinnsla í bakenda sem kostar eitthvað meira en 20 millisekúndna bara dýr, þið setja upp kass og þá fáið að komast að því hversu cache invalidation, það að láta kass renna út ferlega leiðilegt verkefni. Svo hérna bara tvær mjög góðar greinar þetta og hérna nú svona einhver atriði sem við kannski geymum aðeins. Tökum 10 mínútna, eða svona sirka 10 mínútna break. Ég byrja eftir klukkan 4.
Þá næsta skref, núna erum við búin að sjá, nú vitum við allt framendan, nú þekkjum við aðeins HTTP og þá það sem tekur við eitthvað bakendið þarna. Og það sem við ætlum að nota til þess að skrifa okkar bakenda Express sem keyrir ofan á Node.js. Express svona web app framework fyrir Node og það smátt í sniðum, auglýsir sig sem minimalist web framework, en leið og það minimalist þá býður það upp á fullt af stöðum til þess að setja virkni inn og bæta við virkni, sem gerir það mjög sterkt líka. Og það Fast og Unopinionated Minimalist Web Framework for Node og það expressjs.com. Þetta svona, þessi yfirferð bara mest byggð á svona ágæti dokumentationi hjá þeim, en það sem við gerum til að setja þetta upp, við notum bara npm, við förum inn í okkar directory þar sem við ætlum að keyra Express og við gerum bara npm install express save eftir að við erum búin að gera npm init. Og þá fáum við Express ásamt öllum þeim dependencyum sem það þarf. Þannig að ef við gerum takkum þetta aðeins. Og við gerum npm init og npm install save express. Og svo að það segist, Express sem slíkt með fullt af dependencyum á þessa hluti, en þeir eru ekki krafa það að keyra Express sjálft. Heldur fáum við bara það sem við munum að öllum líkindum þurfa að nota. Þess að gera sér svona hello world, þá þetta það sem við þurfum og þetta svona svipar til þess að svona HTTP server sem við settum upp fyrir 2 vikum bara með Node, nema þarna erum við að nota Express sem eitthvað app og búa til serverinn út frá því. Þannig að þetta app það sem við munum henda inn allir virknin okkar og svo mun því bara vera serverað upp. Þannig að ef við skoðum þetta og prófum þetta, sjá, svona, þetta bara minimum útgáfa og við segjum, fyrir neðan, Node Express min. Við erum búin að henda út Node modules möppunni, hendum henni inn. Nú erum við með example app, listening app, HTTP 0.0.0.0 í raun, það sem við sjáum við erum að spyrja host server.address og við erum að hýsa þetta á okkar eigin vél, þannig að 0.0.0.0 það sama á localhost sem það sama á 127.0.0.1 sem í raun bara adressanar okkar eigin vél. Þannig að þegar einhver segir þú bara setur þetta upp á localhost eða þú developar þetta bara á localhost, þá verður að segja að þú notar bara þína eigin vél með þinn eigin vefþjón á henni til þess að vinna þetta og svo þegar það eitthvað búið, þá getur þú raun deployað svo einhvern annan vefþjón. Já. Jú, með IPv6 þá þetta sama, localhost settur í sama, ég man ekki hvað 10.10.10.0 eða eitthvað svoleiðis sem í IPv6. Það sem localhost í raun bara DNS-nafnið á vélinu okkar og það mun þá resolvast bara í rétt. Þegar við erum með svona host-skjal sem ég man nú ekki hvar staðsett, var etc. Nei, það einhvers staðar skjal á vélinu okkar
þar sem við getum í raun feikað. Við getum sagt vél okkar að trýta facebook.com bara sem localhost hjá okkur. Þannig ef við slærum facebook.com, þá það bara resolva sem vélinn okkar og við getum verið með okkar eigið Facebook með engum öðrum. En þannig að núna erum við búin að setja þetta hér og þá get ég sett 127 og 3000 og ég fæ Hello World, stekka aðeins ef þið bara verður stóru og ég get sett sama localhost 3000 og þetta er sama, þetta er nákvæmlega sama. Annað er bara á IP-tölu og hitt er á hostnemi. En Express gefur okkur, sem er það sama á HTTP innbyggða library í Node gefur okkur, það gefur okkur hluti sem representa bæði requesti sem er að koma frá klientnum og responsin sem við erum að fara að senda út. En request hluturinn, eða rec, stendur fyrir HTTP request sem er að koma frá klientnum og í gegnum hann getum við fengið aðgang að þeim gögnum sem við erum að biðja. Við getum fengið það path sem við erum að biðja, hver er stringin, alla headerana og fullt af upplýsingum requestið. Og við getum átt við hann og bætt við þennan hlut og með þessu middleware arkitektur sem er í Express, þá getum við sett ykkur gögn á requestið þegar það kemur inn og svo förum við og skoðum það eitthvað nánar í einhverjum öðrum stað og þá vitum við af þessu. Þetta sjáum við aðeins betur eftir. En það er ágætis dokumentasjón á þessu öllu saman. Hérna er í raun öll property og methodur á request-hlutnum eru hérna bara nokkuð vel dokumenteraðar á express.js.com. Síðan erum við með response-hlutin og er þá það response sem við erum að fara að skila og þetta gefur okkur aðgang að aðferðum bæði til að birta notandanum einhver gögn eins og hérna res send og res render og svo getum við notað redirection með því að nota res.redirect sem er þá bara þessi svona 301 redirect eins og við vorum að sjá maðan á HÍ. Þannig ég geti sagt hérna res redirect svona. Núna breytti ég kóðanum sem Express er að keyra. Þannig ég þarf að fara hér, ég þarf að slökkva, ég þarf að drepa þetta með Ctrl+C og ég þarf að keyra þetta upp aftur. Og svo núna var ég bara að reyna að segja síðan sem við ferðin á, redirectar er yfir á síðan sem við farin á. Þannig að við fáum hérna í raun bara endalausa lúpu nema vafrinn passar okkur fyrir þessu. Þetta er svona alltaf gaman að gera svona mistök. En og svo er sama, það er fullt af dokumentasjón það hvað við höfum þarna á þessum response-hlut. En routes er hugtak bara svona almennt í svona web application frameworkum og í Express. Route er svona hugtaki það að við erum með eitthvað URI sem er spurt með einhverja aðferð og við þurfum einhvern veginn að vita hvernig við ætlum að meðhöndla það. Og þetta er route pakka þessu öllu saman. Þannig að route samanstendur af URI, HTTP aðferð og einu eða fleiri föllum sem að taka við og vinna úr þessu requesti. Og þá er það yfirleitt þannig að við erum með hennan app-hlut sem við erum með hérna app.get, hérna er URI-ið sem við erum að fara að taka við og hérna er fallið sem er að fara að keyra, þetta fall mun keyra og það mun í raun sjá að skila einhver til nótundans. Og þá það sem við erum að gera hérna response.send hello world sem mun enda responsið, af því að það mun í raun senda þessi gögn og loka responsinu. Svo getum við notað app.post, app.put, app.delete en við munum að mestu nota bara get og post. Svo er þetta notað all og þá svarar það fyrir allar aðferðir. Sama hvað þú kallar í, þú munt alltaf keyra þennan kóða til þess að svara. Við getum notað regular expressions í þessum rátum okkar en við ættum að forðast það af því að það getur bara orðið ruglingslegt og getur orðið svona skrítin virkni.
En þá getum við sagt hérna fyrir öll get á eitthvað sem að byrjar á, hérna hatturinn byrjar á foo og svo einhver fjöldi stafa og þá svörum við. Og þetta svona, við erum náttúrulega búa til bara endalaust magn af mögulegum rátum sem svara alls fyrir það sama. Og þetta svona veldur því að við getum líka svona foo eitthvað bilað. Já, ok, skulum ekki vera að eyða meiri tími í þetta, nefnum því ekki. En síðan query-strengurinn sem við töluðum aðeins áðan, hann ekki partur af rútunni, þannig að við getum ekki sagt get, við getum ekki sagt svona til þess að takmarka okkur við eitthvað. Ég vil bara fá hérna users-slóðina ef að foo jafnt og bar. Við verðum alltaf að taka þessa og gera síðan einhverja filteringu á query-strengnum inn í fallinu sem tekur við af rátunni. En þessi rát geta líka verið notuð til þess að skilgreina einhver stök sem við fáum inn í kóða. Til dæmis ef við ætlum að vera með kerfi sem myndi gefa okkur einhverja færslur eða notendalista eða eitthvað álíka, þá getum við sagt tvípunkt og ID til dæmis, eða tvípunkt-name, tvípunkt-eitthvað og þá fáum við það, þá það mappað í request-hlutnum sem undir params-hlutnum sem nafnið sem við gefum þessu hér. Þannig að í staðinn fyrir að fara í einhverja fyrir hluti sem bara í eðlisínu dýnamískir og við getum ekki búið til rútu fyrir alla, þá getum við notað þetta til þess að búa til fyrir einhver svona dýnamísk gildi. Og við munum gera það í seinasta verkefni, munum við nota eitthvað svona. Og svo getum við nálgast query-strengi líka í gegnum request-hlutin. Þannig að ef við biðjum eitthvað úr í með query-streng, þá getum við náð í hann með því að ná í bara query-objectin og flett upp í honum eftir nafninu á breytinu og fá þá gildið. Og svo getum við fengið gögn úr form-elementin okkar, sem við getum verið búin að setja inn alls konar. Einhver input og textarea og select og alls konar skemmtilegt. Og við getum nálgast úr rec body eftir ef við notum eitthvað body parsing middleware sem við nú skoða eftir. En hérna þá dæmum það svona hvernig við getum búið til 3 routes, eitt sem sækir eitthvað á rótinni og þá fáum við bara eitthvað gildi hérna og svo postum við á, þannig að við munum ekki fá í raun. Þetta mun ekki keyra nema aðferðin, HTTP aðferðin sem við erum að nota sé post og svo hérna getum við gettað og sótt og prentað út einhver ID sem að ég sett hérna inn í. En eins og við höfum, þessi dæmi sem ég hef sýnt ykkur núna búin að vera með þessu app hérna fyrir framann, þannig að við erum að tengja öll rátin við appið beint. Við getum hugsað appið bara eins og main fallið okkar hérna. Þetta bara main fallið okkar. Og við erum að setja þetta upp, en við viljum kannski skipta þessu upp. Við viljum hafa einhver rát í einhverju öðru skjali og þá getum við gert það með því að nota express routerinn sem hlutur sem við getum búið til. Og þannig getum við skipt forritinu okkur upp í einingar sem alltaf gott. Það sem einhver ákveðin hlutur sér einhver ákveðin rát. Og þá getum við verið með eitt skjal sem með rátinu okkar fyrir einhvern ákveðin part af virkninu okkar. Þá getum við kallað hérna náð í express dependencyin okkar, gert svo router sem það bara express router sem býr til nýjan, gefur okkur router hlutin og svo getum við hengt á hann öll rátun okkar og svo vantar hérna module exports router. Þá getum við í app.js náð í þessi dependency og nota þau sérstaklega. Þannig að já, ég ekki með dæmið þetta. En ég fór yfir í dæmatíma á föstudaginn, tók ég svona aðeins dýpra dæf í svona þessi routingmál, þannig að ég mæli með því horfið á það.
og eða lesið dokumentationuna vel frá Express til þess að sjá hvernig þessi rát virka sama og hvernig við getum skipt þeim upp. Af því að svo erum við með þetta middleware hugtak sem að þá þannig að við erum með eitthvað request að koma inn og við erum með eitthvað app sem er að taka við því og það getur stilt upp svona middlewareum og svo fer requestið bara í gegnum þau öll og í hverju middleware getum við keyrt einhvern ákveðinn kóða, við getum breytt request eða response hlutnum, við getum endað bara response-in, við getum bara, þú fer inn í gegn og það er eitthvað, þú ert með eitthvað skrýtna beiðni og við bara endum að strax, við förum ekkert lengra. Til dæmis ef þú ert með auðkenningu, þú ert ekki með, eða þú sendir einhverja auðkenningu og þú hefur ekki aðgang, þá bara hættu við strax. Við erum ekkert að fara að leyfa þér að skoða neitt meira. Við getum kallað í næsta middleware, þannig að við förum í gegnum þessa loop, í gegnum hennan stack og við bara byrjum og svo köllum við næsta og svo köllum við næsta og svo köllum við næsta og næsta, þangað til einhver endar eða við bara klárum þá. Og þessi middleware keyrð í first in, first out, þannig að fyrsta sem við skilgreinum er fyrsta sem tekur við og við getum síðan skilgreint þessi middleware fyrir bara allt forritið okkar. Þannig að öll request fari gegnum einhver ákveðin middleware. Við getum skilgreint þau per route, þannig að eitthvað ákveðið route fari eitthvað ákveðið middleware. Við getum skilgreint þau fyrir millimeðhöndlun. Við getum notað innbyggð middleware í Express, en eftir breytingar sem hafa komið í Express 4 þá er bara eitt innbyggt middleware sem er middleware til þess að serva út statískar skrár, eins og við erum með myndir eða JavaScript eða CSS eða eitthvað slags. Og svo getum við notað til þess að nota svona þriðja aðila middleware. Og í því liggur styrkur Express er það að við getum bara farið hérna og fundið fullt af einhverjum middlewareum og þá er það bara þessi pæling að taka hlutina og brjóta þau upp í litlar einingar sem hafa mjög afmarkað svið. Eins og hérna er bara compression. Þetta er bara middleware sem við getum sótt, sett upp og tengt í appið okkar og þá erum við farin að senda í raun út compressað response og við þurftum ekkert að gera nema að bæta við þessu middleware. Við getum fengið cookie parser. Þannig að út úr boxinu er Express ekki að fara að passa fyrir okkur cookies sem eru sendar. Heldur þurfum við að setja það upp. CSRF, þetta er fyrir CSRF vörn sem við munum skoða í tengt öryggi. Og session, hérna fáum við svona session meðhöndlun og alls konar dót. Svo getum við skrifað okkar eigin middleware fyrir okkar eigin verkefni og endurnýtt þau fyrir mörg rát og nýtt okkur þessa leið til að skipta hlutunum upp. Ef við erum með eitthvað middleware fyrir app, þá er það þannig að það tekur inn 3 færibreytur, request hlutin, response hlutin og next sem er þá fall sem við þurfum að kalla í til þess að keyra næsta middleware. Þannig að þetta er svona eins og linkaði listi og við fáum alltaf handulið í næsta. Þannig að við þurfum að passa okkur. Ef við ætlum ekki að enda responseið, þá þurfum við alltaf að kalla í næsta middleware. Og það mun hugsanlega enda responseið, við vitum það ekki. En við bara gerum okkar og látum kefli ganga. Og svo segjum við bara við appið að það noti middlewareið okkar. Þannig að hérna notar það þetta middleware og middleware eru bara föll. Svo getum við sett þetta á route og þá er það eins, tekur bara inn rec, res og next og við getum í raun skilgreint mörg middleware per route. Þannig að það er það bara, hérna bara verið að nota þessi variatic fall í JavaScript, þannig að við getum bara sett falla eftir falli og það er bara kallað á þau í röð. Og svo með villu meðhöndlun, þá er þau eins og önnur middleware nema þau hafa 4 færibreytur og það sem fyrsta færibreytun er þá errorið sem er að gerast. Þannig að ef við skilgreinum þetta og setjum þetta, þá þurfum við að setja þetta seinast í appið, af því þetta ætti þá að vera það flæðir allt í þessa átt, það flæðir allt í raun í gegn. Ef það kemur villa, þá tekur Express villuna og hendir henni eftir allri pípunni okkar og við grípum hana aftast. Og þá getum við í raun tekið til, við getum tekið response hlutin, við getum birt einhver villuskilaboð, við getum loggað villuna þegar við höfum handil á hana og við getum gert ýmislegt. En já, eins og sagði þann, það er bara eitt innbyggt middleware sem er Express Static og
síðan setjum við sérstaklega upp þessi middleware frá þriðja sem okkur vantar. Til dæmis body parser sem að passar þá body ef við sendum einhver gögn með formi og við postum því, þá sér þessi body parser middleware það að taka þau og búa til key value store fyrir okkur, eða key value hlut, sem þá aðgengilegur í gegnum rec.body. Svo erum við með session og þá þurfum við að setja upp session middleware, við þurfum að setja upp cookie middleware og þetta býr þá til session fyrir okkur og gefur okkur aðgang að í gegnum rec session, en við þurfum að skilgreina hvernig við ætlum að geyma þessi session-gögn, til dæmis í einhverjum gagnagrunni, það getur verið MySQL, Postgres, það getur verið með eitthvað svona NoSQL eins og Redis eða alls konar svona gagnalausnir sem við munum skoða nánar seinna. En svo náttúrulega við sjáum hérna eitthvað res.send og einhver strengur. Þetta ekkert voðalega spennandi þegar að fara að vinna með einhverja svona strengja-leikfimi til að búa til eitthvað HTML-svar mjög óspennandi. Þannig að við höfum í raun aðra leiðir til þess að búa til HTML-ið okkar og þá koma svona template-vélar til sögunar. Það eitthvað svona template-vél eitthvað sem tekur inn eitthvað svona template sem á einhverju ákveðnu formi og einhver gögn sem við erum að gefa, möndlar þessu saman, býr til HTML og skilur okkur þeim streng sem að síðan Express skilar áfram til clientsins. Og þá notum við ekki þetta res send fall, heldur res render, þar sem við tökum inn eitthvað template sem við ætlum að nota, eitthvað object af gögnum og sendum það síðan út. Og við ætlum að nota template-vél sem heitir Jade núna í verkefni 5 og þetta reynir að einfalda og stytta HTML-ið sem við þurfum að skrifa, gera verkefni að við þurfum bara að skrifa punktur klassanafn og þá fáum við bara div með klassanafninu eða og svo getum við búið til svona mixin eða föll til að endurnýta HTML og þetta template-mál svona whitespace significant, þannig að það skiptir máli hvernig við skrifum og passa okkur annarkvort notum við spaces eða tabs, við mögum ekki blanda þessu saman og inndrátturinn gefur til kynna hvað undir hverju. Hér dæmi það hvernig þetta lítur út. Þannig hérna sjáum við bara doctype HTML, hérna koma attribútin, title, jafnt og merki því við sem að fara að vísa einhverja breytu úr gögnunum sem við erum að senda yfir. Segjum hérna body, ef við setjum svona, þetta hérna, hvað í gangi hérna? Hérna, container, þannig að þetta verður með ID container og með class and call og svo hérna þetta nota svona ákveðnar flæðistýringar, við getum ídraði gegnum gögn og svo framvegis. Aftur, demo-tíma á föstudaginn, þá fórum við yfir að setja upp Node og fórum svolítið töluvert dýpra í það hvernig við getum notað þetta til þess að birta eitthvað HTML og eiga við það að búa til okkar eigin template og svo framvegis. En síðan þegar maður að byrja að nota Express, þá langt best að sækja bara Express Generator sem svona tól sem býr til svona scaffolding eða svona beinagrind fyrir verkefnið okkar og nota það með því að installa bara globally. Þannig að við gerum npm install g Express Generator og keyra síðan Express kommandið sem við fáum með þessu tóli og svo nafnið á verkefninu okkar og þá fáum við fullt af, við fáum Jade uppsett fyrir okkur, við fáum views directory, við fáum route skilgreint með dæmum fyrir okkur, við fáum sett upp öll helstu middleware sem við myndum vilja, svona body, parser og svona. Þannig að við erum svolítið svona tilbúin til þess að fara á stað. En hérna linkur í það þegar við byrjum þessa yfirferð í seinasta dæmatíma, ég mæli með því, af því að ég ætla núna að taka dæmi í 6 mínútur sem ekkert voðalega langur tími. En ef að við prófum hérna að bara keyra Node Express Generator, þannig að ég hérna með Express, þetta hérna til staðar hjá mér því ég búinn að gera npm install --g Express Generator og nú ætlum ég bara að gera hérna Express verkefni. Þá keyrir hún hérna fyrir mig. Hún býr til þessar möppur hérna og skjöl og svo segir hún hérna, núna þarf ég bara að gera þetta hérna
fara inn í verkefni, npm install og svo þegar það búið þá þarf ég bara að keyra appið. Hérna þetta debug þýðir að við erum að fara að keyra þetta sem að mun vera hérna undir npm start í debug mode, þannig að við munum fá ýmsar upplýsingar sem við myndum annars ekki fá. Þannig að núna fer ég hérna verkefni, npm install og meðan þetta keyrir þá getum við kíkt hérna hvað var búið til fyrir okkur. Þannig að við sjáum hérna, það er app.js, þetta sjáum við Express er hérna, favicon sem er middleware til þess að serveru favicon sem er svona litla iconu sem birtist, logger til þess að logga það sem er að gerast, cookie parser, body parser. Þannig að þetta er svona minnsta sem við munum þurfa bara til þess að vera með einhvern vef sem gerir eitthvað spennandi. Við erum með routes og users routes. Svo erum við með hérna uppsetningu á view engine, eða template vélni. Við erum að fara að nota Jade. Viewin okkar munum vera í direktorinu sem við erum í foldernum views. Þannig að það er hér. Og við sjáum hérna, við erum með layout sem býr til layoutið og svo erum við með index sem extendar layoutið hérna, extends layout. Þannig að við getum í raun búið til við þurfum bara búið til einu sinni allan grunninn okkar. Síðan erum við með eins margar síður og við viljum og við þurfum bara að segja í raun hvaða gögn sú síða hefur. Við þurfum ekki að vera að endurtaka okkur í sífellu. Svo er hérna verið að nota öll þessi middleware. Þannig hérna segjum við bara, við ætlum að nota logger, við ætlum að nota body parser fyrir JSON, body parser fyrir URL-encoded gögn, við ætlum að nota cookie parser, við ætlum að vera með gögnin sem inn í public möppunni, munum vera serverður upp eins og þessi static. Þannig að öll gögnin sem eru hérna í public, images, javascript, style sheets, öll þessi gögn munum vera keyrð upp as is þaðan. Þannig að við sjáum hérna núna og við erum búin að setja allt upp, þannig að nú pestum við bara hérna þessu, npm start. Þá fáum við hérna, að þegar við erum að debugga, þá fáum við þessar upplýsingar hérna. Núna fer ég hérna og á localhost 3000 og við fáum hérna Express, welcome to Express. Ef við skoðum hér, þá er þetta búið að minifæja fyrir okkur, búið að taka í burtu all space hérna úr og hérna er þessi statísku gögn sem eru bara nákvæmlega sunn og eru hérna. Ef ég bý bara til hérna bla bla eitthvað svona og byrjum það hérna. Þá fæ ég bara þessi gögn, þessu bara pípa beint í gegn. Við getum gert það saman fyrir myndir. Og síðan notum við hérna þessar route sem við erum að sækja úr þessum hérna tveimur módulum. Þannig sjá hérna punktur, /, sem því að við erum að fara að sækja þetta sem módul úr routes, index.js, sem er þá hérna, index.js. Þá sjáum við hérna að við erum að nota þessa leið sem ég sýndi áðan, búa til express router, hengja á hann öll routin og svo exporta routinum. Og hérna sjáum við að þessi router, hann er að fara að svara fyrir bara routina og hann ætlar bara að rendera index viewið með gögnunum hérna sem er title express. Þannig ef við gerum eitthvað svona, breytum þessu. Og refreshum hérna, gerist ekki neitt af því að við þurfum að restarta og aftur í dæmitímanum benti á leið þess að þurfa ekki að vera að gera þetta í sífellu og þetta verður mjög fljótt, mjög leiðilegt. Núna erum við komin hérna búin að breyta bara með því að breyta gögnunum sem við sendum inn í viewið, þá þurfum við ekki að breyta viewinu af því að við erum búin að aðskilja viewið okkar frá gögnunum og við vitum bara að ef við sendum þetta inn, þá mun það vera birt fyrir okkur og á hérna 3 stöðum. Title elementinu, h1 og í bodyinu. Og síðan að lokum hérna er verið að búa til 404 handler, en hann virkar bara þannig að eftir að öll routin eru skilgreind, þá skilgreinum við bara tómt route sem er þá, af því að það er seinast, það mun ekkert fara þangað inn og vera að höndla af neinu þarna, nema það hafi hvergi verið höndlað annars staðar. Þannig að þá getum við tekið þarna við
og segjum bara new error, not found, segjum error status sem það HTTP statusinn sem 404 not found, köllum í next með errorinu sem leið til þess að propagata þessu áfram í errorhandlerinn sem kemur síðan hérna á eftir og þá þeim skipt upp hérna í development og production sem við skoða aðeins nánar hvernig við aðskiljum hérna á milli og það mun rendera eitthvað error view með einhverju message sem úr errorinu og villunni úr villunni. Þannig að ef við förum og við biðjum eitthvað sem ekki til, þá fáum við bara hérna not found, 404 og svo fáum við stack traceið að því að við erum í development. Þannig að það segir okkur hvaðan þessi vill koma upp. Og svo í lokin exportum við þessu appið okkar og þegar við keyrum það, þá erum við að keyra það í gegnum þessa hérna keyrsluskrá sem og við fórum aðeins betri í definitúrunum. Þannig að endilega tjekka því, skoða þetta og svo mun vera fyrirlestur vonandi bara á Háskólatorgi á föstudaginn, en annars mun ég vera með einhverjar svona streymilausnir. Annars, takk í dag.